Skilja það? Það var nú hægt að skilja. Gott kvöld. Gott kvöld. Gott kvöld. Þetta enn einn stöðin. Laugardaginn 13. febrúar. 1999. Hvað að þér? Pétur, þið langar ekki að vita það. Samkvæmt heimildum úr menntamálaráðuneytinu tókst Reykjavíkurlistanum með ótrúlegum klæðgjabrögðum að fá Pol Pot, kosinn borgarstjóri Reykjavík í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Við hugum að þessu ógeðfellda máli á eftir og ræðum við Björn Bjarnason sem þekkir Pol Pot í sjón, en fyrst þetta. Bogi. Já. Þú ert svo sleipur í Íslandssögunni. Já. Hvað hét síðasti konungurinn sem réði yfir Íslandi? Síðasti konungurinn sem réði yfir Íslandi? Já. Já, þetta nú auðvelt. Það var Hans. Það hét engin konungur Hans. Jú, ég margótt lesa þetta. Hans hátign annar konungur og ég held með þess að það verið bræður þarna, Hans og Íðar. Já, kemur ekki á tómum kofan hjá mér. Hey. C'est souvent quand il se relevait à concentrer. En gros, c'est un aiguille. On ouvre le coin. Je t'aime, le voix sur ce coin. Continue le compo. C'est sur le coin. Pendant les chemins, Stundum kynlíf í gegnum síman. Hitt allt of mikið vesen. Yst í Atlantshafinu eins fjarri mannabústöðum og hugsa sketur hafa erfðafræðingar fundið þjóð sem haldið hefur norrænu sérkennum sínum frá örófi alda. Þessi þjóð ljóshærð, þessi þjóð afkomendur víkinganna. Hæ, ég heiti Gunnar. Hæ, ég heiti Gunnar. Nei, það nafnið mitt. Ó, mér fannst ég hafa heyrt það einhvers staðar áður. Hæ, ég heiti Gunnar. Hann líka. Datt var ekkert annað í hug. Við erum afkomendur Manchester United. Þetta var glúður. Ekkert smá. Þetta ekki óalgeng sjón. Reykingamenn hímandi í kulda og trekki við húsvegg. Með síharðnandi löggjöf og viðurlögum hefur verið þrengt verulega að reykingamönnum nú á síðari árum. Einmitt þess vegna fróðlegt að líta um öxl og rifja upp hvernig afstaða fólks til reykinga hefur breyst. Fyrir örfáum árum gerði fólk sér enga grein fyrir skaðsemi reykinga. Gjörðu svo vel, Guðrún mín. Takk. Það sæti. Ó, takk. Reyktu bara með það? Já. Jæja, Guðrún, þú ert komin. Já. Gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Hvernig fyrirgefðu biðinni þetta skjótast út í sjoppu eftir sígarettu? Já, allt í lagi. Hvernig líður annars? Bara vel. Já, þú reykir nóg? Já, komin upp í næst í 2 pakka á dag. Komin dugleg, ég myndi nú ekki fara mikið lengri það samt. Nei, ok. Ok. Má ég það hlusta þig? Já. Herra, Já, þetta fína hóstagjöldur að þinni. Í alvöru. Já, þessi eðlileg reykingástri. Æ, en æðislegt að gleðum að heyra. Þetta allt í góðu lagi, fínu lagi. Heyrðu, þú kemur það bara aftur eftir svona mánuð. Eftir mánuð? Já. Allt í lagi. Hoppasí. Hörðu, hafðu eina með þér. Eina með þér? Já. Þú reykja fyrir 2 núna. Já, ég reykja fyrir 2. Bless. Í rauninni var sama hvar gripið var niður. Reykingar þóttu sjálfsagðar hvar sem var og hvenær sem var. Samkvæmt rannsóknum vísindamanna við Kaliforníu háskóla getur öll líkamleg hreyfing verið afar varasöm, einkum hlaup og boltaíþróttir af ýmsu tagi. Dæmi eru alvarlegar tognanir, sinadrátt og jafnvel harðsperrur af völdum óhóflegrar hreyfingar. Nú að koma á markað í Bandaríkjunum ný tegund vindlinga sem inniheldur helmingi meira magn af tjöru en áður hefur þekkst. Þetta stórt skref í átt til aukins frelsis einstaklingsins, segja þeir sem reynt hafa. Og ennþá áttaði sig enginn á hættunum sem fylgja reykingum. Átti örugglega fyllan?
Og yngri kynslóðin fór ekki varðvita af reikni. Gott hjá ykkur, krakkar. Sjáðu, krakkar, hvað er það þykki núna? Nanna, akkur er degin út í hotn að hósta. Komdu að hósta með okkur í hérna. Bættu skemmtilega. Staðsæti. Já, byrjum. Takk eitt djúpa smók, svo kemur þetta. Svaneskan. Ok. Nei, sko sæstur á okkur. Og hann er vann að hósta. Grei kallinn. Svona, ekki hann smá nikotinn svo. Svo færði hann. Svaneskan, finnst hann ekki sætur? Hvað tegund heldur hann Rikki? Örugglega kamel eins og mamma sín. Og það var í rauninu ótrúlegt hvað menn lærðu seint af reynslunni. Ok, tjekka á olíinu líka. Ok. Ok. Og hníf. Hníf. Smók. Smókur. Klemmu. Klemmu. Smók. Smókur. Heyrðu, þetta gengur ekki svona, sko. Heyrðu, ég er að framkvæma hérna mjög, sko, erfiðan holskurð og hættulegan og það er aska hérna út alla skurðstofuna. Þetta er líka móðgun við sjúklinginn. Heyrðu, við skulum bara hafa þetta alveg á hreinu. Við skulum bara sameinast það að nota annað lungað í honum, sem öskubakka. Og það á hreinu. Já, klemmu. Klemmu? Hvað er þetta að lesa, kallinn minn? Þetta er svona tilvitnanabók. Tilvitnanabók? Já. Já, svona þekktar tilvitnanir. Nei, þvert á móti, þetta eru svona óþekktar tilvitnanir. Nú. Já, til dæmis, hver sagði þetta hérna? Já. Get ég fengið leikhúsmiðan minn endurgreiddan? Get ég fengið leikhúsmiðan? Ég veit það ekki. Frú Lincoln. Já, ég skil þig. Og þá fáum við frekari fréttir af góðærinu. Hallgerður tekur nú við. Eins og margoft hefur komið fram í fjölmiðlum ríkir góðæri í landinu. Undanfarið hafa allir gert sér ljóst að almenningur hefur óvenju mikið fé á milli handana. En það er ekki á hverjum degi sem maður hittir mann með fé á milli fótanna. Segðu mér, hvernig tilfinning er þetta? Hvað? Ég svari ekki svona asnalegur spurning. Býttu, af hverju lendi ég alltaf í svona fréttum? Héðinn? Já? Sko, ég skil ekki alveg þetta stóra e-töflumál. Nú, hvað áttu við? Sko, ég er alveg að gefast upp á því, sko. Þetta gefast upp á stóra e-töflumálinu? Mér finnst einhvern veginn eins og þessi bara verið að hafa okkur á fíflum hérna. Nú? Hérðu, hérna er mér stóra e-töflu. Já. Ég meina, hvernig er nokkur með þér að geta gleypt svona? Þetta er alveg fáránlegt. Já, ég skil þig. Þetta er gjössanlega út í hött. Já. Það eru 2 Ö í hött. 2. Komið sæl. Það er ekki ónýtt að eiga miða í happdrættinu í kvöld því það er einmitt núna sem við draugum fleiri milljónir. Já, en áður en við gerum það langar mig til að segja ykkur frá frænku minni sem hringdi í mig daginn og ætlaði að kaupa miða mér. En hvað haldið þið? Haldið það hefði ekki verið á tali allan daginn og þegar hún sá dregið út kvöldin sá hún hefði örugglega unnið ef hún hefði verið með. Já, svona getur það verið. En það eru hvorki meirinni minna en 10.000 hundrakallar í hverri milljón og ef þið fengið 1.000.000 króna vinning greiddan út í klinki yrði hann alveg 40 kíló. Og það móti gaman skilta að 40 kíló er það bil 88 pund en gengið á enska pundinu er 102 krónur í dag. Svo þið sjáið, það er til mikils að vinna. Áður en lengra er haldið væri gaman að segja ykkur söguna af grísunum 3 sem allir keyptu sér skáfmiða en því miður vinnst ekki tími til þess. Verið sæl. Æ, ég er að gleyma einhverju. Ég gleymdi að draga. Æ, það verður bara að hafa það. En munið, ef það er ekki dregið, þá fara engin vinning. Svo einfalt er það.
Lengst norður í hafi hafa þeir þraukað einir, einangraðir og hreinræktaðir, ljósherðir og bláeygðir, afkomendur víkingarna. Þá komið að þættinum Þekktu lagið. Já, gaman. Hvaða lag þetta? Ég hef þetta nú ekki. Þetta var Ósonlagið. Hvaða lag þetta? Ég hef aldrei heyrt þetta áður. Þetta var Sjúkrasamlagið. En hvaða lag þetta? Ég hef þetta nú ekki, en ég skýt á Alþýðubandalagið. Þið búinn? Já. Þú tókst þátt í heitavatnsstríðinu, Sigfinnur? Já. Hafnfirðingar og Reykvíkingar höfðu búið þarna hvorir ofan í öðrum í sæmlegri sátt og samlyndi öldum saman? Já. Síðan blossar allt í einu upp þessi hatrammastyrjöld? Já. Já. Það allt út af heitavatninu? Já. Og ykkur Hafnfirðingum fannst þið hafa verið hlunnfarnir af Reykvíkingum? Já. Og það greiði aldrei heilt eftir þetta? Já. Ha? Nei. Þegar það var orðið ljóst að Reykvíkingar ætluðu ekki að selja okkur vatnið á viðunandi verði, þá stofnuðu við skæruliðahreyfingu sem sár þessi dýra neyð að stela heita vatninu með öllum þeim ráðum sem tiltæk væru. Það var nú eitt stærsta afreki sem við unnum að grafa göng frá Hafnarfirði og tengja okkur inn á aðalæðina hjá Hitaveitu Reykjavíkur. Já. Og svo voru þetta til Reykvíkingar sem sýndu málstað okkar skilning og hjálpuðu okkur í baráttunni. Til dæmis með því að tengja slöngur inn á heita vatni hjá sér og síðan lögðum við þessar slöngur í heimahús í Hafnarfirði. Nú Reykvíkingar svöru þessu auðvitað af fullri hörku og því nú ekki að neita að þeir bjuggu yfir mun öflugri vopnum en við, en við vorum náttúrulega vanþróa svæði á þessum tíma. En svo rennur stóri dagurinn upp. Já. Og það innrásin í Reykjavík. Já. Og það var einmitt fyrir frammiðstöðu þín í innrásinni sem þú vart sæmdur gullkrananum. Já. Fyrir vaskaframgöngu. Já, einmitt fyrir vaskaframgöngu. Ég hertók þarna eina 5 vaska og þeir vildu kalla þetta eitthvað vaskaframgöngu. Já. Og það var síðan í dagrenningu sem við stigum á land í Nauthólsvíkinni. Nú auðvitað vissum við ekkert hverju við áttum von á, kannski sem betur fer, en því það var þarna mikið mannfall og margir blotnuðu í fætuna, en við höfum strengt þess heit að fórna öllu fyrir Hafnarfjörð. Þannig að við létum okkur hafa þetta. Nú það var síðan alveg ólýsanleg tilfinning þegar við höfum unnið heitavatnstankana og reistum fána Hafnarfjarðar í Öskjuhlíðinni. Það var út af þeirri sé ekki aðalatriði að við skildum vera búin að ná Reykjavík okkar vald og að upp frá þessu yrði talað stór Hafnarfjarðarsvæði en ekki stór Reykjavíkursvæði. Nei, það var ekki málið, heldur hitt. Nú vissum við að framar yrði engum kalt í Hafnarfirði og við kæmumst aftur í Sturtu. Hann að hætta í pólitík og í tilefni af því gefur Þingprent út sérstaka hátíðarútgáfu. Ræðusafn Hjörleifs Guttormssonar. Tryggðu þér öll 328 bindin í tíma. Við sendum í gámum allt land. Hjörleifur lesi upp á bókakynningu á Austurvelli frá 12. janúar til 18. maí. Pantaðu strax. Við erum í síman núna en vertu viðbúin háum símreikningi. Við beitum málþófi.
þingprent. Herðu, hérna einn til dæmis. Einn tilvitnun? Já, hver sagði þetta hérna? Ég lofa að mæti ekki svona svangur næst. Ég lofa að mæti ekki svona svangur næst. Ég veit það ekki. Mike Tyson. Já, ég skilði mig. Clinton Bandaríkjaforseti hefur verið hreinsaður af öllum ákærum í Lewinsky-málinu en var hins vegar dæmdur til að borga hreinsun á kjól Móniku. Þessar myndir voru að berast frá Washington. Ég notaði bara einn fingur, skiljið það? Hann segist á að nota bara einn fingur. Er það rétt? Hvað notaði hann marga fingur, Mónika? 5. Það er svo skrítinn með þessu skattaframtal. Alltaf allir Íslendingur, þeir segir við mig, þú skilur ekki þessi er flókin framtal. Ég segir, jú, ég skilur, já, ég held ég skilur ágætlega. Svo ég byrja að fylla út og ég sér hreinar tekjur. Hreinar tekjur, ég hugsa gott og vel, en hvað er þá óhreinar tekjur? Er mínar tekjur kannski óhreinar? Og ég sé líka það stendur skattfrjálsar tekjur. Ég hugsa, má ég velja? Má ég kannski hafa mínar tekjur skattfrjálsar ef ég vil það? Og svo sé ég hér bætur, styrkur, regnað, endurgjald og svo framleiðis og ég hugsa, nei, ég skilur þetta ekki. Þessi framtal er oflókin fyrir mig og ég verð að biðja Íslendingur aðstoð. Þá Íslendingur segir, þú vitlaus maður, ég skilur þetta ekki heldur. Þetta framtal, þetta líka oflókin fyrir mig. Þessi Íslendingur, alltaf runga mér í rýminni. Á örsmári eyju lengst út í hafi býr ljóshærðasta og bláeygðasta þjóð í heimi. Þetta eru afkomendur víkinganna. Og áður en lengra er haldið, þá skulum við fá ávarp frá leiðtoga okkar. Hæ. Takk að þið fyrir. Og núna þú. Hverju verður bestir? KR. Nú erum við í djúpum skít. Oh boy. Heyrðu, hérna nú ein aldeilis fín tilvitnunarbókinni hérna. Nú, láttu þeirra. Hver sagði þetta? Og þú sem varst hættur að reykja. Og þú sem varst hættur að reykja? Já. Það veit ég ekki. Hillary Clinton. Og ef fleira er að frétta, teljum við okkur óviðkomandi. Lífið í kærleiksríku fjölskyldulífi helgina. Góða nótt. Veistu hvað ég sá helgina? Flower Power. Til mín? Já. Með blóm. Gott kvöld. Fundarmenn á landsfundi Sjálfstæðisflokksins féllust á þau rök forystuflokksins að til að auka hlut kvenna í framvarðarsveit íslenska stjórnmála væri minna mál að senda Geir Haarde í kynskipta aðgerð en að kjósa núverandi konu sem varaformann. Við lítum nánar á það mál á eftir, en fyrst þetta. Hvað ert þú búinn að missa mörg kíló? Ég? Já. 4. 4 kíló? Já, en þú? 7,5. 7,5? Já. Það hittir nú að telja svo okkur gott. Já, maður hefði nú haldið það. Já. Það verður spennandi að vita hvað við verðum þungir á morgun. Þetta er nú alveg ótrúlegt, Örvar. Ég meina, góða að fá sig gripinn með stærsta farmasmíkli í manna minnum og hvað fáum við? Ársbyrðir af Herbalife. Þetta er óþolandi. Óþolandi. Norvi mitt í smálum, tra-la-la-la-la. Á skýrum skemmt ég með la-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 la. Fyrir sjálfur. Það má það. Ég er bara hann. Gerðu þetta auðvitað. Jæja, bless vinnur. Já, bless vinnur minn. Þakka þér fyrir leikinn. Sömuleiðis vinnur. Guð blessi þig. Guð verið með þér. Þakka þér innlega fyrir. Blessa þér. Sæl. Get ég aðstofað? Já. Ég er að leita mér að utanhúsmálingu.
Utan á sér. Það átti ekki að vera að pæla í þessari. Nú? Nei, hún er hér. Já, þessi? Já. Hún andar svona. Ég væri til í það. Gjörðu svo vel maturinn ykkar og passu ykkur til hvað það heitir. Já. Ok, það er bara góða. Þetta er gjörsamlega óvægt. Ég trúi ekki. Smakka það? Já, ég sjá. Oj. Bara kvart yfir þessu. Hljótt, hvað er það? Hvað? Þetta er gjörsamlega óætur matur. Er maturinn? Já, veistu það er eitthvað svona, þú veist það er eins og kjötið sér hrátt og svo eitthvað svona ógeðslega geymslubragð eitthvað. Geymslubragð? Ok, ég skal þá bara taka matinn og tala við kokkinn bara, ég læt hann heyra það bara. Ég bara laga þetta. Já, þakka þér fyrir. Allt í lagi, bíðið bara aðeins. Bíða bara. Hörðu það, kokksgefur! Hvað átt að þýða að bjóða upp á svona óvætti? Þetta er ekkert óvætti, þetta er góður matur, úrvalsmatur. Nei, það er aldrei ekki. Þú skal gera svo laga til þess að skott fólki er óvægt. Heyrðu hvað? Hvað gengur á? Klípur um í! Þetta er koma. Þetta er lagi núna. Alveg örugglega. Mjög gott, takk fyrir. Þetta er lagi. Það er frábært. Það er flott þér. Fyrirgefðu vel sem ég okkur. Ó, þetta er æðislegt. Takk. Fyrirgefðu. Er ekki allt í lagi? Jú. Já, hvað er það? Kannski aðeins meira rauðvín. Nei, rauðvín? Já. Það er ekkert mál. Bara bíða. Jæja, hvernig gekk að með ég skal frá? Bara ofsalega vel. Alveg heiftar lukka bara. Já, það. Í þáttaröðinni átakanleg örlög kynnumst við fólki sem hefur orðið illa úti, ýmist vegna ómanneskjulegs samfélags eða fyrir óútskýranlega tilviljun. Í þætti kvöldsins kynnumst við fórnarlambi fjölmiðlatækninnar. Við höfum lifað ósköp hversdagslegu lífi fram að þessu en svo var Svenni beðinn að koma í þetta sjónvarpsviðtal út af kynnum hans af fíkniefnum og lögreglunni eða fíkniefnalögreglunni eða fíkniefnum lögreglunnar allavega. Svo mætti hann í viðtalið. Jæja, eigum við þá ekki bara að byrja á þessu? Já, það er bara eitt ára byrjun og ég má alls ekki þekkjast í þessu viðtali. Ég tek ekki sensin á því. Það er engin hægt á því. Við gerum andlitaðir alveg óþekkjanlegt og bjögum röddina líka. Já, ok, fínt. Viðtalið gekk ágætlega. Okkur gæti ekki gruna hvaða afleiðinga þetta myndi hafa. Hæ, Skar. Horfður á viðtalið? Hver er þetta? Hver er þetta? Hvað mennur? Svenni, ert þetta þú? Hvað er þetta ég? Hvað er málið? Hefurðu litið í speil? Hvað er að gerast? Þú ert óþekkjanlegur og röddin er líka bjöguð. Heyrðu, þetta hljóta að vera einhver tæknileg mistök hjá þér í sjónvarpi. Við heldum að tæknamenn sjónvarpsins gætu bjargað þessi kvelli en annað kom á daginn. Ég hef bara aldrei lent í þessu áður. Það stendur ekkert þetta í manuálnum. Ég get ekki verið svona. Það þekkir mig enginn svona. Ég átta mig á því. Og læknavísindin stóðu líka ráðþrota. Ég finn bara enga lausn á þessu. Ég get ekki einu sinni kíkt upp í þig eða upp í eyrun á þér eða neitt. Það endaði með því að hann ákvað að fara í hundana, verða fyllibytta og fara algjörlega í svaðið. Það tókst ekki heldur. Hvað er svo gott sem góðraðina fundur? Fyrir ekki að þú aðna með munstrið í fjesinu þarna. Þú syngur ramfalskt. Ég veit það, svo syngir líka alltaf hrínd og neðarlega. Ég get ekki einu sinni drukkið mig fullan. Þessi anskoti rugnar líka af bragðskyni og áhrifin af brennivíninu. Þetta er auðvitað ömurlegt líf. En þetta er bara enn eitt dæmið neikvæð áhrif fjölmiðlana. Þeir geta algjörlega lagt líf fólks í rúst. Hvað segir Jónas minn? Hvað er það sem þú hefur áhyggjur af? Þetta er talhólfi af Jónasi vinsræstleikinn skilaboð eftir merkir bíp. Jónas, hvað er það sem ángraði? Þetta er talhólfi af Jónasi vinsræstleikinn skilaboð eftir merkir bíp. Jónas, hvað er að? Já, það er sko, það er síminn. Það er síminn? Já, GSM síminn minn. Já. Ég held ég sé bara komið með heilaskemmd sko að því að nota hann. Já.
Og hvernig lýsir það sér? Það bara stundum eins og ég sé bara utan þjónustusvæðis, bara, já, allar rásur uppteknar eða hennilega bara slökkt á mér. Hvenær finnur þú helst fyrir þessu? Á hvaða tíma? Gera svo vel að reyna síðar, please try later. Jónas. Það engin notandi með þetta nafn, please try later. Finnur einhverja verki með þessu? Er einhverja aukaverka? Þessi maður lokaður. Jónas, talaðu við mig. Bí. Ég verð líka að senda þig í rannsóknir. Jónas. Þú ert komin í samband við Jónas. Því miður eru allar rásir uppteknar en samtöl verða afgreidd í réttri röð. Vinsamlegast sýnið biðlund. Wow! Þetta rosa sólin þetta snjóin sjá þetta sé hérna hvað er nei Wow, Wow, hey, þetta svo sóla í hana. Æ, þetta með ekki lefna smá. Jæja, Jakki, nei, hérna, ég veit að fara, nei. Þetta er fljót. Bless. Wow, wow. Oh. Hey, vad? Hallå. Vad är det där? Hej. Hallå. Ja, plaggat. Så. Hej, ja! Jag blir inte. Wow. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Vet du så bra? Så sant det. Wow. Yay! Så. Musik. Og slaka hófið. Flottir. Og láta það bara líða. Flottir. Takk fyrir tímann. Takk. Sjáumst á mánudaginn. Rosalega er þetta gott maður. Já, æðislegt að taka smá. Erum við bara að sjáumst næst á? Ok. Bye. Já, blessaður, heyrðu. Þessi veggur sem ég er að fara að mála, það mæðir rosalega mikið á honum. Svo skítsæll. En ég þyrfti að fá okkur málingu sem hrindir vel frá sér. Já, hún er hér. Sjáðu, þessi hérna. Hún hrindir ofsalega vel frá sér. En þetta er málið. Gjörðu svo vel. Þetta margar. Já. Af öllum löndum. 5. Bóksteik. Já. Svínalundir. Já, takk, ég var með það. Sem velkom góðum. Gæti ég fengið sal? Hvað segirðu? Þú svona saltbauk? Já, þú ert allar búin að smakka matinn. Jú, ég er með biti fyrir mig núna. Einn bit, heldur að það sé nú að dæma allar réttinni til því bara. Þú ert allar búin að smakka á þessu, bara einn bita. Heyrðu, ég er með biti fyrir mig núna og mér vantar salt. Já, hvað veistu þetta? Kannski var þetta bara eini ósalti bitin á réttinu. Ég meina, svo farið þú salt bara á, þú bara saltar og svo er allt í nú brimsaltur og veist og ekki svona óvægt bara. Þannig að ég fæ ekkert salt? Jú, ég vildi bara vara þig við.
Já, getið þú kannski fengið saltið núna áður en maturinn kólnar? Áður en maturinn kólnar? Á maturinn að kólna líka núna? Erum allt í raun óanað með matinn núna? Og þú vildir ekki fá svona hrísgrjón, þú vildir kannski fá basmati eða kannski eitthvað svona þess. Þú vildir ekki svona kartöflu, þú vildir fá heila kartöflu. Svo vildir brúna sósu, ekki svona gula eitthvað. Þú vildir fá heilt grænmeti brokkóli kannski. Og eina sem ég bað var Sko, ég skil bara ekki hvað mennina Árpost í kokkaskóla í fleiri ár að læra eldarétti fyrir fólk sem koma bara einhverju vitlýsingar inn á göttunni, labba bara inn og þykjast hafa meira að vita af þessu. Þú getur fengið salt alveg sjálfsagt bál. Þú getur fengið salt. Jú, ég hef ekki endur að fá svona til salt hérna. Hvernig er það að fá svona til svona kanel líka svona? Hörðu, hérna ægislega gott að fá svona myndu líka og svolítið tímían, svo kannski bragðið ægilega vel. Pipar ægilega gott að vel. Nei, nú er nóg komið! Komdu! Við borðum hérna veikuðina. Já. Hvert á ég að fara? Komdu hérna. Jesús, mér var... Hvað? Þú eruð farin? Já, þau voru bara eitthvað óvana með matinn. Rosalega kryddar það. Gott kvöld. Í mánudagsvitanni kvöld ætlum við að ræða lommen. Hvað segirðu? Lommen? Já, lommen, já. Nú er að tala um það að maður þá er borgað ákveðna upphæð beint í lommen. Beint í lommen, já. Já. Er þetta, heldurðu, sér íslenskt fyrirbæri? Nei, alls ekki. Við sjáum lommen sko strax á Rómverjum. Ef við til dæmis gluggum í Cicero, þá segir þar á einum stað vita nonne en lommen est, eða lífið er aldrei beint í lommen. En hvenær er það heldurðu sem að lommen fer að rifja sig til rúms hér á Íslandi? Það hafa fundist leifar á hólum í Hjaltadal frá 14. öld sem gætu verið af lommen, en það er ekki, sko annars er það ekki fyrir en með ólöglegri verslun við franska sjómenn sem eitthvað fyrir að bera lommen hér á landi. Já, og lommen, hann verður síðan verulegt vandamál á 18. öldinni, þegar hann verður runni að farsótt, að faraldrinum. Já, þá er talað um lommafárið og þá má segja að lommen verði alls ráðandi. Nú, lommen leggur þarna stóran hluta landsmanna að velli og verður Íslendingum verulega þungur í skauti. Það er síðan hvað? Það er upp á aldamótunum sem er skorinn upp svona herör gegn lommunum? Já, þá fáum við sérfræðinga hinga frá Lomfóten og þeir láta reisa franska spítalana á Seyðisfirði. En var ástæða til þessu sínum tíma að friða lommen? Hvað finnst þér þetta? Já, ég held að það hefði alveg hárrétt ákvörðun. Ég meina, Íslendingar eru ennþá að naga sig í handarbökin yfir því að hafa eitt geirfuglinn á sínum tíma og það hefði verið sorglegt hefði farið eins með lommen. Ég meina, auðvitað vakti það ákveðna úlfúð þegar ríkisstjórnin veitti fáeinum einstaklingum einkaleyfi á lommen. En það var þá orðin verðmætt útflutningsvara og eins og við þekkjum, sko, þá var síðan farið að mæla sko flest öll svona verðmætti í lomma ígildum, engum þegar rættur fiskveiðikvóta. En sko lommen, hvað hefur lommen mælst þungur? Hvað hefur verið mældur? Hann er nefnilega dálítið þungur, en hann getur líka stundum verið mjög léttur. Maður veit aldrei sko hvað maður hefur sko fyrir en maður kíkir í lommen. En sko, ég meina, þetta er ákveðin menningarverðmæti. Við getum ekki skoðað það kannski svona sem einingu. Þetta er menningarverðmæti, eins og segir í kvæði Jónasar, hvar væri ástkær íslensk þjóð ef ekki væri lommen. Já, og þetta verða þá lokaorðin í þættinum í kvöld. Góða nótt. Ég var að spögla því, sko, þegar er ekki borgað fyrir þetta? Jú. Já, ég menn það verður bara beint í lommen. Jú. Þetta væri ekki stætt af öðru. Nei, það er sem. Ekki fyrir mig, sko. Þú er orðinn eitthvað viðkvæmur. Salt. Jæja, get ég aðstoðað herran eitthvað? Já, endilega. Það er svo mikið úr... Hérna, geturðu mælt með einhverjum sérstökum? Já, ég menn það fyrir alveg eftir því inn á hvaða línu þið eru, sko. Eru þið svolítið svona fyrir oriental, kryddað, eitthvað svona og sterkt eitthvað svona? Eru þið inn á frönsku línunni til dæmis? Já, miklu frekar, sko. Hún heitar ykkur? Já. Franska línan, já. Hún er yndisleg. En það? Það vill nú bara svo skemmtilegt til að ég er bara með fransku línuna bara hérna nánast eins og hún leggur sig bara og nú er bara að segja til hvað þið viljið mikið. 1 métre, 2 métre, 4 métre, 4 métre, 5 métre, segja stopp, 6 métre, 7 métre. Þessi satt. Dúddi og Dóra. Ég bara minni ykkur á það að vera bara við öllu búin núna framvegis.
Ég get eitt borið ábyrgð á því þó svo gera allt í einu bara alveg migandi rigningu og þið einhvers staðar úti við á leiðinu ásatíð alveg drelli fín og hengi leigubíll í nánd og hárgreiðsla nánýtt og hitt ég hvað. Sko snúa okkur að gerfi tunglamynd. Já, eins og þið sjáu þá sér maður ekki glóru á þessari mynd. Vottar ekki eins og fyrir Íslandi hvað þá meira, þannig að hann lítið á þessa græða. Kannski á stundu sem þessa sem maður spyr sjálfans að því hversu mikið maður er að treysta á þessa nútíma tækni. Hvort það sé ekki bara betra að treysta á svona gamla veður glögga menn. Já, sæll vertu Sigfinnur. Já. Já. Veðrið hefur nú verið aðeins résjótt núna undanfarið. Já. Já. Áttu von á því að áttin breytist núna eitthvað fyrir helgi? Já. Já. Veður fari kannski eitthvað kólnandi fyrir norðan? Já. Já. Býstu við einhverju úrkomu austanlands? Já. Já. Einhvern veginn hef ég nú á tilfinninguna að sé saman hvað ég segi. Já. Og segi bara já. Já. Já, þannig að hann líti á þér að græða. Já. Ég er með 8 ára háskólanám og lendi þar að leiðandi í 10. launaflokki BHMR, 4. þrepi, með 145.000 krónur á mánuði og 99.000 krónur og 300 eftir skatt. Þannig að hann nú líti á því að græða. Já. Takk fyrir. Það kannast eflaust allir við þegar vinnufélagar koma saman. Þá verður samkvæmið ofta snúast vinnuna. Í okkar tilfelli kemur þetta nú ekki að sök. Við höfum það notalegt saman, strákarnir, fáum okkur í nös, fýrum nokkrum pípum og poppum svo einn og einni Og auðvitað verslum við bara við Stalín. Það kemur ekkert annað til greina. Ég meina, við erum nú einu sinni þjóðlegir dópsalar. Stalín Rainer, aldrei lengi inni. Það er jafnan forvitnilegt að vita hvernig nýbúar aðlagast íslensku samfélagi. Nú er áratug síðan skautaparið góðkunna Boris Beljakov og Svetlana Bossanova sóttu hæli hér á landi sem listrænir flóttamenn, þar sem þótti list þeirra vanmetin í gömlu Sovétríkjunum. En hvernig gengur þeim að verða Íslendingar? Góður! Ísland! Já, gott að búa í Íslandi. Ekki góður! Ekki gott. Ísland, Herbalife. Já, en fylgist þið með pólitík á Íslandi? Góður! Pólitík! Já. Góður! Góður stjórnmálamaður? Ekki góður! Davíð Oddsson, Herbalife. Já, en nú hljóta að hafa verið mikil viðbrigði fyrir ykkur að fara að borða íslenskan mat þar sem hann er, gjör ólíkur því sem þið að venjast frá heimalandi ykkar. Góður! Góður matur á Íslandi? Matur ekki góður! Matur Herbalife. Svetlana, Mehrun, Herbalife. Herbalife. Hér er góður pakki af kristilegu snakki. Fáðu þér á blátur, upp við þessar grátur. Því þeir sem eru femdir verða þannig stendir að ekki nokkur kjaftur kemur í kirkju aftur. Einu sinni smakkar og síðan aldrei aftur. Og nú bjóðum við tilboð. Staukar af oblátum, messukóla og myndbandsbólan fræknir feðgar Jesú og pappans á aðeins 500 kall. Og fleira leynist ekki í pokahorninu í þetta skiptið. Takkið ekki á stórt upp í ykkur helgina. Góða nótt.
Gott kvöld. Gott kvöld. Gott kvöld. Síðar í fréttatímanum sýnum við beina útsendingu frá Kosovision keppninni en þar keppa helstu hernaðarþjóðir heims skemmtilegustu sprengjurnar eða skemmtilegasta smellin eins og það heitir á popmáli. Þetta er sjónvarpsefni sem enginn ætti að láta framhjá sig fara, enda er ekki til sparað. Miklar eldglæringar, ljósasjó og mikill fjöldi fólk sem springur í loftu. Og það skemmtilegasta við þetta allt saman er að þetta árið tökum við Íslendingar þátt í slagnum. Lítum nánar á það á eftir, en fyrst þetta. Örvar, ég er með gátu. Já, fínt. Lát heyra. Með hverju er best að skjóta hreindýr? Best að skjóta hreindýr? Já. Já, það veit ég ekki. Með rónum. Með rónum? Já. Veit það hverju? Fattar það ekki? Nei. Það er svona orðið eitthvað betur. Ég var að segja vini mínum frá nýja meltukortinu frá Lon og Don. Hann skildi ekkert í mér og spurði: Hvað, meltukort? Hvað er svona merkilegt það? Jú, sjáðu til, sagði ég. Þegar ég versla út af venjulegt kort, þá fæ ég alltaf að senda hann reikning eftir á, sem ég þarf að borga og svona. En þegar ég nota meltukortið, þá get ég bara legið á meltunni og enginn skiptir sér að mér. Það getur ekki verið. Víst? Alveg út í lok. Ég get svoleiðis svarið það, ég þarf ekki að borga túkall með gati. Þú er nú ljóta helvítis fíkn. Og síðan hef ég ekki síðan. Meltukortið frá Lon og Don. Vinir þínir nenni ekki að tala við þig lengur og þú getur legið á meltunni. Lon og Don. Æði. Já. Góðan dag. Já, ég þarf að fara. Já, góðan dag. Gjörðu sem fáið sæti. Takk að kærlega fyrir. Geir. Það er ég. Hortin. Fjármálaráðherra. Mikið rétt, maður. Góðan dag. Vilhjálmur Björnsson heiti ég. Blessa, Vilhjálmur Björnsson. Geir. Já. Ég hef verið að velta fyrir mig þessum erlendu skuldum. Já, en þetta skuldi þjóðarbúsins þá. Já, einmitt. Þannig málum veist að ég hef verið svona að heyra þetta í útvarp og sjónvarpi hvað hver einstaklingur skuldar mikið. Já. Sem er svona cirka hvað rúm milljón eitthvað. Já, það lætur nærilega að það sé... Ég hef eiginlega ákveðið að gera upp minn hlut. Ha? Já, sko þannig er að mér er mjög illa við að skulda neinu neitt, skilurðu. Já. Og mér finnst það voðalega leinilegt að einhverju að taka lán í mínu nafni, skilurðu. Þannig að ég vil helst bara gera upp minn hlut. Og ég ætla að biðja það, næstur þú tekur erlend lán, að bera það undir mig, skilurðu. Hvað heldur þessi tala sér há? Nákvæmlega? Já, nákvæmlega. Sko á mann þá. Já, ég skal slá þessu. Já, ég ætla nefnilega að skrifa bara hérna ávísun. Það er 1.136.034 krónur. 1.136.000, já, einmitt, getur þú geimt hana frá mánaðátum? Ávísunna? Já. Nei, ég veit ekki hvort að ég... Sko, ég verð svo fegin, það er svo þungu fargja mig létt að vera honum skuldlaus. Ég var hættur að geta sofið á nóttunni. Ég skil. Herðu, getur þú með að kvittun? Vilhjálmur Björnsson. Segðu mér, fjármálaráðherra, hver er skuldastaðan gagnvart útlöndum eins og er? Já, staðan eins og er svo að hvert mannsbarn í landinu skuldar rúmlega 1 milljón króna í erlendum skuldum. Fyrirgeðu. Halló. Fyrirgeðu. Já, sæll, já, blessaður, já. Jú, ég kannastu því, já. Já, einmitt, já, fyrirgeðu. Ég skal koma því á framfæri. Ég er víst aðeins að leiðrétta þetta. Staðan er víst þannig að hvert mannsbarn í landinu skuldar rúmlega 1 milljón króna í erlendum skuldum nema Vilhjálmur Björnsson. Hann er skuldlaus. Og þess vegna, herra forseti, er það nauðsynlegt að grípa til þessara aðgerða, engu þurfum lítum til þess að hver einasti þegn í landinu skuldar rúmar 1 milljón krónur í erlenda skuldir. Fyrirgeðu það, herra forseti, ég þarf að... Halló. Já, blessaður. Nú, ég klikkaði aftur, já. Já, ég skal leiðrétta það. Ég tek það skýrt fram. Allt í lagi. Já, blessaður. Herra forseti, ég verður víst aðeins að fá það leiðrétta mig hérna. Við lítum til þess að það er hver einasti þegn í landinu, hann skuldar rúmar 1 milljón krónur, nema Vilhjálmur Björnsson. Hann er búinn að gera sitt upp. Hann er skuldlaus. Aldrei að taka þetta í mál, sko. Það kannast efalaust margir við gest minn í kvöld því hann hefur svo sannarlega létt fjölmörgum landsmönnum lund í gegnum árin. En þeir eru þá mun fleiri sem að þekkja hann í sjón heldur en þeir sem að þekkja hann með nafni.
Þó er það samdóma álit flestra sem ég hef rætt við að maður þurfi ekki annað en að sjá manninn þá skellir maður upp úr. Velkomin, Bjarni. Já, þakka þér fyrir. Takk. Já. Nú ert þú mjög asnalegur í útliti. Já, það má kannski segja það, já. Og hvernig upplifun er það, Bjarni? Upplifun? Og þetta er svolítið asnaleg upplifun. En þetta er ekkert sem venst, er það? Já, jú, ég meina, hann var kannski segja það, sko, ég meina, þegar maður er búin að vera svona fæðingu, sko, þá náttúrulega alveg asnalegt ef maður venst því ekki. Já, þú hefur verið svona frá fæðingu, eða? Já, ég var nú eiginlega að segja það. Jú, og reyna svona, já. Þar kom það, já, þar kom það. Og hvað er það? Það er strákur. Er það strákur? Já. Hvað? Það er svolítið asnalegur strákur. Asnalegur strákur? Já. Já, hann er rosalega asnalegur. Mamma hló næstu í stanslaust í 4 daga og mátti bara ekki sjá mig. Þá fikk hún hláturskast. Og hvernig leið þér? Mér auðvitað leið svolítið asnalega. Hvernig er svona dagur í lífi asnalegs manns á Íslandi í dag? Hann er náttúrulega óneitanlega svona hálf asnalegur. Maður reynir nú bara að taka einn dag í einu. Ég er nú félagi í Síam. Síam? Já, samband íslenskra asnalegra manna. Það er kannski hálf asnalegt nafn en ég mæti það reglulega á fundi. Já, komið þið sæl. Ég heiti Bjarni. Ég er asnalegur. Halló, Bjarni, asnalegi. Ok, ég er kannski algjör óþur að nutta mann upp fyrir sí og æ. Mér finnst það asnalegt. Fyrst þegar ég kemur til Ísland, ég var mjög hissa. Ég sá alla þessar stóra jeppar út allt. Ég hugsa, það lítur að vera mjög kaldur á Íslandi. Alltaf kafi í snjórin fyrst allir þurfa þessar stóra jeppar út allt. Svo kemur veturinn og ég biður og það kemur næstum engin snjórin í Reykjavík en samt allir keyra á þessar stóra jeppar. Ég segi, já, auðvitað, þið nota þessar stóra jeppar til að keyra í fjallaferðir. Þú vitlaus manneskja? Heldur þú við hafa tíma til að fara í fjallarferðir? Við þarf að borga þessar stóra jeppar. Við þarf að vinna og borga þá. Veist þú hvað svona jeppar kostar? Ég veit ekki, ég skilur ekki alveg Íslendingur. Þeir rúka mér alveg rosalega í ríminn í alltaf reynd og kalli þessi stóra jeppar. Sko, Örri, með hverju er best að skjóta hreindýr? Ég veit það ekki. Með okkur. Með okkur? Já. Hvað heiti ég? Hvað ég? Hvað heitir þú? Örvar. Já, með hverju er það best að skjóta hreindýr? Með bóg og örvari? Ég þarf að hugsa þetta betur. Bræður og systur, við vitum öll til ykkur sem við erum komin saman hér í dag. Já, halleluja. Við erum komin hér saman til þess að verða vitni að kraftaverki, ekki satt? Tökum því opnum örmum kraftaverkamanni sem hefur stundað grenningar árum saman. Fögnum honum vel, Benny Þinn! Takk, bræður og systur, halleluja! Halleluja! Heyri halleluja við því! Halleluja! Bræður og systur, við þekkjum djöfulinn. Hann leynist víða. Hann leynist allstaðar. Hann leynist í þér. Hann leynist meira að segja í sunnudagssteikinni. Hann leynist í rjómaísnum sem við hámum í okkur á eftir.
Hann leynist í gósdrykkjónum sem við drekkjum með. Hann leynist í kartöfluflögunum. Hann leynist alls staðar. Og við erum að berjast við hann. Og við vitum hvernig við erum að berjast við hann. Við vitum það, heyri halleluja við því. Halleluja. Við vitum hvað hann heitir. Hann heitir Fita. Já. Offitu djöfullinn, það er hann sem við erum að glíma við. Og við ætlum að taka höndum saman og knésetja hann. Við ætlum að knésetja hann, offitu djöfullinn sem er að tröllríða vestrænu samfélagi. Halleluja. Og við verðum að rísa upp gegn þessu. Við verðum að sýna honum hörku. Og hvernig gerum við það? Við gerum það með Happy Life. Happy Life! Heyri halleluja við því! Halleluja! Halleluja! Happy Life, fæðubótaefnið. Happy Life, fæðubótaefnið, hrærum við út í vatni, djús eða mjólk. Já. Það er það eina sem dugir á offitu djöfulinn. Já. Halleluja! Halleluja! Happy Life. Happy Life mun varða okkur leiðina til paradísa. Happy Life. Veðurboltar komið þið úr fjörum, fáið ykkur Happy Life í tón. Óðara mun smekið af ykkur, renna þar til enginn fær kallað ykkur. Halleluja. Komið til mín, allir þið sem erfiðum þunga eru hlaðnir, og ég mun veita ykkur megrun. Ó, Happy Life, losaðu þennan akveita einstakling við spikið sem er hann hreint lifandi að drepa. Hvernig líður þér, sonur minn? Ég misti 78 kíló á sviði. Á sviðinu? Og hérna á sviðinu? Hann misti 78 kíló á sviðinu. Og hverjar það, kakka? Happy Life, mikið rétt. Halleluja. Halleluja. Og hvað höfum við hér? Hér höfum við mann sem er svo feitur að ef hann ferðast borgina þá þarf að fara fram grenda kynning í hverri götu sem hann á leiðum. Nei, bara smá djók hjá mér. Ó, Happy Life, tálgað spikið af þessum ógæfusama fitu haug, svo hann megi verða að eðlilegu tágrönnu staðalmenni. Happy Life! Happy Life! Bræður mínir og systur, þið sjáið að enn er þessi fítu haugur akfeitur. Hann er svo feitur að hann getur leikt nærbuxurnar sínar á sumrin sem 5 manna tjald. Ég er ennþá alveg haugfeitur. Já, ég veit það, elsku vinur. En ef ég grenni þig, hvað á ég þá að segja brandara? Farði megrun hvítu klessa, farðu skrokkin við að hressa, þú ert svo slöpp og gjör þín kröpp. Ég skal yfir ykkur messa alla töfra efnis þessa, við verðum glæð með fengni og læð.
upplag af vinsælasta spili ársins, Samfylkingarspilinu. Hér fara saman spenna, pólitísk refskák og keppni í klaufaskap. Ólíklegustu hlutir geta orðið til gæfu og enn ólíklegri hlutir til ógæfu. Þú lendir í efsta sæti í prófkjöru á Norðurlandri eystra. Yes! Heyrðu, en verður fyrir vikið fyrir aðkasti annars samfylkingafólks, rökklast 5 reyti aftur á bak og hættir loks spilinu. Yes! Í Samfylkingarspilinu ekkert óhugsandi. Þú varst kosinn á þing sem sósíalisti, en nú viðurkennir þú að þessu breytti tímar og ekkert vit sé öðru en að styðja NATO og hvetja til eldfjörur að sprengjaárás í Serbíu. Þú mátt brenna flokkskírteinið til Alþýðubandalaginu og fara 17 reyti áfram. Með Samfylkingarspilinu fylgja teningar sem aldrei sýna aðra tölu en 6. Þetta eykur mjög á bjartsýni þeirra sem spila spilið, en... Þú síður saman stefnusgrá allra samfylkingaflokkana og enda með stefnusgrá Framsóknarflokksins í höndunum. Skammastu þín og býttu 5 umferðir. Samfylkingarspilið skemmtið ykkur við að klúðra málunum eins og þeir bestu í faginu. Ertu farin yfir á heftinu? Er búið að loka kortareikningnum? Er langt til mánaðamóta? Það skiptir engu máli ef þú færðir Everspend kaupherminn. Fullkomin sýndarveruleika búnaður. Og þú færð fullkomna útrás fyrir kaupæði án þess að eyða krónu. Í kauphermunum getur ráðið hvort þú ert staddur í matvöruverslun, leitar upp í tilboð eða kaupir lúxusvörur án þess að hugsa þig um. Málið er að ná að eyða nógu stórri upphæð til að komast í næsta borð, sem er raftækjaverslun, þar sem hún getur sankað að þér öllum þeim raftækjum sem hugurinn girnist. Í þessu borði getur unniðurinn titilinn súperneytandi og komist í síðasta borðið, bílasöluna. Hér kaupuru bíla á 100% lánum til 100 mánaða og borgar 100% vext af kortinu sem þú borgar með. Og það besta við allt saman er að þetta er allt sýndarveruleiki og kostar við ekki eina raunverulega krónu. Everspend kauphermerinn, nú á aðeins 79.999. Við tökum veltikort. Sko, ég heiti Bogi. Alveg rétt. Þú heitir Örvar. Alveg rétt. Sem sagt, hvað er það besta sem að fær til að skjóta hreindýr með? Bogi og Örvar. Yes! Og hvað með það? Þetta var brandarinn. Fattar það ekki? Ég fatt hann alveg, mér finnst það bara ekkert fyndinn. Nei, það er svona alveg rétt hjá þér. Áttu eitthvað? Íslensk, er það þú greining? Góðan dag. Góðan dag, er þetta Kári? Sá er maðurinn? Já, fínt, heyrðu, hérna, það er því samt við gagnagrunnin. Gagnagrunnin, já? Já, ég kæri mig ekki um að vera í honum. Þú kærir þig ekki um að vera í gagnagrunnin? Nei, ég vil láta strika nafnið mitt út úr honum. Það er nefnilega það. Já, ég kæri mig ekkert um það að sé vera að rannsaka mig einhverjum smá bútum alveg fram og tilbaka. Ég skil. Já. Það er auðvitað alveg sjálfsagt mál að strika þig út úr grunninum og þú heitir... Ég? Já, nafnið er... Nei, þú platar mig ekki svona, Kári. Heldur ég fara að gefa það upp og láta þessu bara fara að gramsa í öllu mínu málum þegar þú ert búin að finna mig í gagnagrunninum? Hæ? Nei, þú vilt það við þetta? Nei. Þá verður við bara að beita upplýstri afkóðun. Upplýstri afkóðun? Og hvernig fer hún fram? Þá hugsar þú þér mann og ég reynir síðan að geta upp á því hver hann er. En ég má ekki fá á mig nema 10 nei, þá telst afkóðunin hafa mistekist. Allt í lagi. Já, ég hugsa með mann. Er þessi maður kona? Já. Á hún grænan Volkswagen Polo? Já. Er þetta Guðríður Erlingsdóttir Frostafold 57? Já,
Þú rosalega varstu snöggur að þessu. Já, maður er nú orðinn vanur. Já, en þú sem sagt eyðir þá öllum gögnum mig sem sagt úr grunninum. Ég þarf þess ekki. Nú? Þú varst ekkert í gagnagrunninum. Var ég? Býtu, akkur ekki? Æ, okkur fannst einhvern veginn þín saga ekki það merkilega. Það tætti því að hafa þig með. Nei, ekki það merkileg, nei. Nei. En býttu nú við, hvað með mígreni mitt, hvað með tannrótabólguna og slímhimnubólguna og millirifjagigtina og ég veit ekki hvað og hvað. Já, þegar þú segir það þá er þetta nú kannski svo lítið fróðlegt. Ég hefði nú haldið það, Kári. Sko, ég krefst þess að vera sett inn í gagnagrunnin í logandi hvelli, annars fer ég með þetta mál í fjölmiðlana. Jæja þá. Og kennitalan er þá... Já. Nyrst í Atlantshafinu, fjarri spillingu hins stóra heims, býr ljósharðasta og bláeðasta þjóð í heimi. Þetta eru afkomendur víkinga. Hæ, ég heiti Runólfur heitinn, í höfuð á afa mínum sem er dáinn. Hæ, ég heiti Sverrir heitinn, í höfuðið á afa mínum. Sem er dáinn? Nei, hann er ekki dáinn, en hann var skírður í höfuðið á föður systur sinni sem var dáinn. Já. Hæ. Og þá er komið að fornum íslenskum þjóðháttum. Svona gerði fólk oft þegar það kom heim á engjónum í gamla daga. Engi veit lengur hvers vegna þetta var gert. Takk fyrir þáttinn, verið sæl. Tókst nú bara býsna vel. Já. Hæ. Og stöðinni þykir ástæða til að benda áhorfundu sínum á að nú fer hver að verða síðastu við að geta fyrsta barn næstu aldar. Já, þess vegna ættum við bara að slökka á sjónvarpinu og fara að gera eitthvað að viti. Götur eru auðar og engan að sjá. Urga heyrist víða í dýnum og rúmbotnum. Feikilega öflug er athafna þrá. Ef undir kemur krakki má hagnast því á. Enginn sést á vappi Ísalandsins hjarn. Allir er að búa til aldamóta barn. Viagra fjallið gleipamenn eins og fjólubláa drauma. Ástarlíf blómstrar vorkvöld í Reykjavík. Og við minnum enn á að kvöldið er ungt og aldrei að vita nema aldamóta barnið komi einmitt undir í kvöld. Verið því frjósum og uppfylli jörðina. Já, það minnum við á það. Af öryggis ástæðum og að höfðu samráði við yfirmenn þjóðkirkjunnar hefur verið ákveðið að stöðin sendi ekki út páskahelgina. Við óskum ykkur því gleðilegar hátíðar. Sjáumst að 2 vikum liðnum. Góða nótt. Æ, fyrir ekki.